Má ég heyra ef það heldur í þér lífi að vakna hverjum morgni og þú setur þig í gírinn. Baráttan grasið eða baráttan síkið. Skagafjörður stendur alltaf sína vakt með prýði. Má ég heyra þetta fyrir Tindastóll. Og velkomin í Stólinn. Takk fyrir. Mig langar að byrja kannski að heyra aðeins af þín svona bakgrunni þegar að þú byrjar í körfubolta. Já, ég byrjaði í körfubolta, ég segi alltaf 3. bekk. Minnir að það var í 3. bekk sem ég byrjaði að æfa, en ég var alltaf í fótbolta líka. Þannig að ég var alltaf í bæði fótboltakörfu. Hér á Sauðárkróki. Já, Þú fædd hér á uppalið já, og verið í Tindastóll þá. já. Manstu hver var fyrsti þjálfarið þinn? Ég man, fyrsti þjálfarinn sem ég man eftir var Sædís og Erna Rut. Þær voru með okkur held ég reyndar í 5. bekk. Ég man ekki hver var í 1. til 3. bekk. Og þú hefur verið í körfubolta bara alveg gegnum, bæði körfubolta og fótbolta í gegnum æsku árin. Já, En þú spilaðir í meistaraflokki bæði fótbolta og körfubolta. já. Hvernig var það? Það var mjög gaman, en mjög erfitt að reyna að halda báðu á lofti og vera á fullu í körfubolta yfir veturinn og fara svo beint inn í fótboltatímabilið bara strax í apríl. Og svo úr fótboltatímabilinu beint í körfuboltatímabilið. Það var alveg En þú Keisla. hefur getið skiptið í þannig, samt? Fótbolta á veturna Já, nei, fótbolta á sumrin og körfubolta á veturna. já, Og 2018 þá byrjarðu í meistaraflokk já, í körfubolta. í körfubolta. Manstu svona, það er fyrsta eiginlega liðið, meistaraflokksliðið í talsverðan tíma, ekki Já, satt? já. Manstu eftir svona aðdragandanum að því? Við vorum náttúrulega með mjög sterkan árgang í mínum árgangi, 03, og vorum að koma hana upp. Við vorum í 9. bekk, 9. eða 10. þegar við stofnum hana meistaraflokk og vorum með alveg flottan hóp þá, líka nokkrar eldri, 02, 00. Og já, fengum Tess, hana kannan, og vorum með þjálfaran Arnaldos, heitir hann. Það var mjög skemmtilegt. Það hefur verið, þegar þú varst bara í, hvað segir, svona unglingastigi eða fram að því, þá var ekki meistaraflokkur. Nei, En þið hefur samt náð þessum öfluga hóp saman. já, við vorum margar stelpur í mínum árgangi að spila. Vorum með flott lið, spiluðum Íslandsmeistarann í 9. bekk, lentum í 2. sæti og það var mjög eftirminnilegt af því að við sem sagt fórum upp í aðriðil í 7. flokki, ef ég man rétt, og svo vorum við alltaf í 8., 9. og 10. Þá vorum við Tindastóll, Njarðvík, Grindavík og Keflavík. Við vorum alltaf 4 toppliðin í okkar árgangi og svo lentum við í 4. sæti og Njarðvík í 1. sæti. Þannig að í úrslitunum þá lentum við á móti Njarðvík og það var svona, þær mætti leikinn bara, held að væri búin að vinna leikinn og var að fara í úrslitaleikinn daginn eftir. Og svo bara mætum við og vinnum með einhverju 1 eða 2 stigum. Það var mjög eftirminnilegur leikur, mjög skemmtilegt. Já. Og spilum úrslit daginn eftir. Og töpuðu þeim. Já, Já, töpuðum við. já. Win some, lose some. Já, Já. en þetta var svona ákveðin sigur samt. Já. Þannig að það hefur komið þessi öflugi unglingahópur eða sem sagt, í yngri flokkunum. Já. Og þá hefur í kjölfarið verið stofnað meistaraflokkur utanum ykkur í rauninni. Já, ég held það. Við vorum alveg tvær okkar í byrjunarliðinu strax í 2018. Og ef þú fer síðan svona yfir, þú er nánast verið ósleitið í Tindastóll síðan Já, frá, upphafi endurreisnarinnar. já. Geturðu kannski bara lýst svona eins ferlinu? Þinni upplifun? Já, við byrjuðum meistaraflokk 2018. Svo vorum við eftir það áfram, fengum nokkrar frá Þór Akureyri áriðinu eftir þegar Árni kom að þjálfaði. Svo eftir það, þá tók Jan við, Jan Bessika, og þá reyndar
það var þá sem að fóru margar eða hættu. En ég var bara áfram. Nei, já, þá fékk ég hana blóðtappana. Og það var svona, einmitt, þá var best fyrir mig að vera bara heima. En flestar aðrar voru að fara eitthvað, fóru í Þóra Akureyri eða fóru suður í skóla eða eitthvað svoleiðis. En þá fengum við Matti fyrst til okkar. Þannig að þegar Jan var með okkur. Það var, 2020, 2021, minnir mig. Og það var mjög skemmtilegt tímabil, lærði mikið á því. Svo eftir það kom hann Pat. Það var líka mjög skemmtilegt. Og þá vorum við eftir ég, Inga, Klara, Emma kom upp. Já, og þá fengum við hana Emil Sevita og fleiri útlendinga. Svo árið eftir það, þá var Helgi með okkur og ég áfram hér. Ég var alltaf svona með þessar pælingar að fara eitthvað, að prófa eitthvað nýtt, en ég eitthvað meginn bara hélt alltaf áfram hérna, er mjög heimakær og Tindastólshjartað er mjög stórt. Þannig að, já, og svo var það eftir það tímabil þar sem að ég lendi hana í smá andlegum veikindum og er að glíma við mikinn kvíða og mikinn heilsukvíða og þurfti bara svolítið að taka mig pásu frá öllu og þar að leiðandi körfuboltanum og ákveði síðan að flytja á Selfoss haustið 2024 og bara svona prófa eitthvað nýtt og ég var ekki einu sinni viss að ég ætlaði að vera í körfubolta áfram, ætlaði mögulega bara að taka mér aðeins pásu og hugsa sjálfa mig en svo var Selfoss einmitt að stofna kvennalið þetta ár og heyrði í mér og buði mér að vera með þeim og ég svona gat ekki sleppt því. Þannig að þá var ég með Selfoss í 1 ár, 2024 til 2025 en aðalega bara einbeita mér að sjálfum mér og prófa eitthvað nýtt og það var mjög gott, bara að komast aðeins eitthvað annað í nýtt umhverfi en ég saknaði alltaf Sauðárkróks og Tindastóls auðvitað. Þú nefnir þarna bæði svona líkamleg veikindi og andleg veikindi. Geturðu lýst þeim aðeins nánar? Ef við byrjum á blóðtappanum, hvað gerðist? Já, góð spurning. Ég byrja bara að finna svona að ég er að missa þolið og byrja að verða mjög veik. Það var þannig yfir páskahelgi sem þetta byrjar að aukast mikið og við byrjum að taka eftir alls konar einkennum en það hvarflaði ekki á okkur að þetta væri eitthvað svona alvarlegt. En ég var bara heima og var mjög veik, byrjaði síðan að finna verki svona neðst í bakinu, byrjaði það og svo er þetta mjög fljótt bara að magnast upp. Og verkinni fara að leiða niður í læri og yfir allan fótinn, hægri fótinn. Og við héldum að ég væri með klemmda taug, vorum búin að googla eitthvað og vorum bara vissum að ég væri með klemmda taug eða eitthvað smáverulegt. Þannig að svo var það daginn eftir þar sem þetta varð bara byrja að magnast mjög hratt upp og fóturinn byrjar svona að verða allur þrútinn og öðruvísi á litinn, verða svona dökkur á litinn og ég byrja bara að verða mjög verkjuð og geta varla gengið eða hreyft mig og við hringjum á sjúkrahúsið. En það var páskahelgi þannig að ég fékk ekki tíma fyrr en á þriðjudegi eftir páska en já, ég man mjög lítið svona í smáatriðum en svo var það á þriðjudeginum sem að ég fór og hitti lækni og hann sendi okkur bara beint á bráðamóttökuna á Akureyri og þaðan fór ég náttúrulega í alls konar rannsóknir og skoðanir og þetta var allt mjög mikið sjokk og erfiður dagur. En þá greinist ég með blóðtappa í öllum hægri fæti frá fyrir neðan hné og upp að nafla og í báðum lungum.
Þannig það var mjög mikið og það var þá metið það hvað ætti að gera í framhaldinu og ákveðið sem sagt að senda mig með sjúkraflugi til Reykjavíkur á Landspítalann og þar fór ég beint í aðgerð sem að mér skilst ekki vera algengt að sé gert við svona en þetta var það mikið og þannig að það var ákveðið að ég færi í aðgerð og fór líka í lyfjameðferð eftir þetta. En í aðgerðinni var þrætt sem sagt þrætt æðalegg í æð og dælt blóðþynnandi beint í æð í 2 sólarhringa. Þannig að, já. Og þarna varstu bæði í fótbolta og körfubolta Í, eða nýhætt kannski í já, fótbolta. nýhætt í fótbolta, já. En mjög aktív og mjög Já. bara, já. Og hvernig gekk svo að koma tilbaka? Það var náttúrulega ákveðið verkefni en mér tókst það einhvern veginn bara mjög léttilega miðað við aðstæður en ég fór strax þegar ég kom heim eitthvað að gera æfingar á gólfinu inn í herbergi og reyna að hreyfa mig og fara í göngutúr og svona og koma tilbaka en aðalega það sem stendur upp úr í minningunni bara hugarfarið sem ég var með og tók þessu bara með jákvæðum augum. Hvað hugsaðirðu? Aðalega bara einmitt að svona erfiðleikar muni bara styrkja mig og ég ætlaði mig bara að gera það besta í stöðunni og koma sterkari tilbaka. Ætlarðu þér alltaf aftur inn á körfuboltavöllinn? Það virðist vera, já. En það hefur verið svona drifkraftur einhver. Já, á þessum tíma þá var einmitt svolítið körfubolti númer 1, 2 og 3 hjá mér alltaf. En auðvitað þarna þá þurfti ég að stíga út úr því og einbeita mér að öðru af því að ég mátti einmitt ekki vera í körfubolta alveg í svolítinn tíma út af blóðþynnandi lyfjunum og þá má helst ekki vera í kontakt. Og svo örfáum árum seinna eða skömmu seinna, þá lendirðu aftur í veikindum. Já, ótrúlega erfiðum veikindum og lærði mikið kvíða og andleg veikindi og heilsukvíða og þar kemur einmitt hugarfarið svolítið aftur inn í að ég líti á þetta svona eftir á mjög jákvæðum augum að hafa verið að glíma við þetta af því ég lærði ótrúlega mikið á því og eins og ég vil meina að ég vissi í rauninni ekkert kvíða fyrr en að ég sjálf var að glíma við svona rosa mikið kvíða og þennan heilsukvíða. Og ég held að það séu miklu fleiri að glíma við eitthvað svona heldur en maður veit af. Þetta mjög svona viðkvæmismál. Já, þetta svolítið viðkvæmt. Tókstu þér þá pásu í körfuboltanum eða varstu að vinna í þínum bata meðfram körfubolta? Þegar þetta byrjaði þá var ég í körfubolta og var að æfa og vinna og á fullu bara eins og vanlega og svo byrjaði ég að fá þessi stóru kvíðaköst sem eru bara alveg hræðileg og það bara varla hægt að lýsa hvernig svona kvíðaköst eru þegar maður lendir í svona stóru kvíðakasti. Og í rauninni þá var fyrsta svona stóra kvíðakast mitt endaði á sjúkrahúsinu þar sem ég hélt að ég væri að deyja. Ég hélt að ég væri að fá hjartaáfall og væri bara að deyja. Og í kjölfarið á því fékk ég taugaáfall og var í taugaáfalli en var bara að halda áfram í körfu og æfa og vinna en einhvern veginn var ekki ég sjálf, var bara í einhverju rugli andlega. Og svo var það hann mánuði seinna sem að ég bara krassaði alveg og þurfti bara að taka mig pásu frá daglegu lífi. Þurfti bara að fara í veikindaleyfi. En þú komst tilbaka. Já. Hvernig geturðu lýst því? Geturðu lýst svona bataferlinu og hvað hugarfar þú hefur tamið þér í gegnum það? Já, eins og ég sagði þá lærði ég mjög mikið á þessu og fór bara, gat ekki annað en að vera bara að hugsa sjálfa mig og
glíma við þessi veikindi. Þetta var bara allan daginn var ég bara að berjast við að halda lífi í rauninni af því að ég hélt bara að ég væri að deyja. Á hverjum degi var ég að fá, ég fékk svona kvíðaröskun kallast það, þar sem ég var bara að fá mörg kvíðaköst á dag og og mér var boðið að fara inn á geðdeild á Akureyri og ég ákvað að þiggja það og fór inn á geðdeild. Var þar í 5 daga eða eitthvað svoleiðis og það var svona erfiðasti tíminn þar sem að þetta var sem verst hjá mér og fékk mikla hjálp. Var sett á lyf, kvíðalyf og róandi lyf á kvöldin. Kvöldin voru alltaf erfiðust hjá mér. Átti mjög erfitt með að sofa og svo var bara einmitt bataferli í framhaldinu af því. Og finnst þér þetta háðir í dag eða hvernig? Já, það er komið núna 2 ár síðan að þetta byrjaði og svona frá því að þetta byrjaði þá varð þetta alltaf betra og betra með bara hverjum mánuðinum fannst mér. Það varð alltaf bara, ég var náttúrulega að bara vinna í þessum veikindum og hugsa sjálfa mig og læra meira og meira inn á kvíðann og inn á bara læra hjálpartæki sem ég gat nýtt mér og já, og þetta varð alltaf betra og betra bara með hverjum mánuðinum. Ég fann ótrúlega mikið mun á mér bara með hverjum mánuðinum. Þannig að þetta var alveg langt ferli að ná mér alveg og ég finn alveg ennþá í dag fæ ég alveg kvíða en bara miklu minni og ég næ að stjórna þessu miklu betur og ég líka veit núna hvað þetta er. Þannig að ég verð ekki eins hrædd og eins og í byrjun þá vissi maður ekkert hvað þetta var og öll þessi einkenni sem fylgja svona kvíðakasti eru bara ótrúlega raunveruleg og geta verið bara ótrúlega mikil. Maður finnur bara líkamleg einkenni sem að koma í svona kvíðakasti. Og einn liðurinn í bataferlinu var ljóðabók, Já, ekki satt? jú. Segðu okkur aðeins frá því, hefur alltaf skrifað til dæmis? Já, þetta er eitthvað sem að ég hef verið að gera frá því ég man eftir mér að skrifa. Mér hefur alltaf fundist gott að skrifa og hef verið að semja ljóð án þess einhvern veginn að ætla mér að skrifa ljóð. Ég sest aldrei einhvern veginn niður og ákveð að ég ætla að skrifa ljóð. Það bara svona einhvern veginn hefur komið frá því ég var lítil. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því en svo líka skrifa ég oft bara eins og tilfinningar. Mér finnst gott bara að skrifa hvernig mér líður og svona alls konar pælingar. Og hvernig atvikaðist það að þetta var ljóðabók sem þú ert búin að gefa út og er í sölu? Ég sem sagt í mínu bataferli skrifaði einhvern texta sem að varð svo að ljóði og hélt svo áfram og skrifaði meira og bjó til hana einhver ljóð og svo var það minnir mig frænka mín sem að fékk að sjá það sem ég var búin að skrifa og hún hvatti mig til þess að gera bók úr þessu sem að ég svo bara ákvað að gera í framhaldinu og hafa það svona sem mína sögu af þessum veikindum. Koma því svona aðeins frá mér í þessari bók. Og eru fleiri bókar í leiðinni? Já, mögulega í framtíðinni, sko. Já, þú ert enn að skrifa Já. Já. Og svo ertu núna bara að taka þátt í fullt af öðrum verkefnum lífsins. Þú ert í atvinnurekstri, til dæmis. Já. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, þetta var svona skemmtileg pæling sem kom. Mér hefur alltaf langað ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á fötum og mér hefur alltaf langað að stofna fyrirtæki og þessi hugmynd kom í rauninni bara mér fannst vanta svona eitthvað á Sauðárkrók. Þetta er stórt samfélag og svona búðir eru mjög vinsælar í dag, svona second hand
Þannig að ég ákvað bara að reyna á þetta og prófa. Þannig að, já. Það er eiginlega alveg sama hvað gengur á. Þú kemur alltaf aftur inn á körfuboltavelli. Já, Geturðu kannski sagt líka bara frá hvernig veturinn í vetur hefur spilast og Já. hvað körfuboltinn er að gefa þér? ég ákvað að koma aftur í fyrra eftir 1 ár á Selfossi og kom hingað aftur og var mjög spennt fyrir tímabilinu og líka í fyrsta skipti að vera í bónusdeildinni. Og þetta var ótrúlega skemmtilegt tímabil, rosa flottur hópur sem við vorum með, flottir karakterar, útlendingarnir allir og það var bara svo áberandi hvað liðsheildin var góð í vetur hjá okkur. Ótrúlega gaman inn í klefanum, utan allar og líka inn á vellinum. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt tímabil. Stóðum okkur líka vel, áttum marga flotta leiki, bara mjög flott tímabil. Finnst mér, fórum í undanúrslit í bikar sem að er í fyrsta skipti kvennalið Tindastóls, er það ekki? Jú. Já. En þú hefur svolítið bara svona tekið slaginn frá 2018 og hvernig sérðu það þróast liðið í framtíðinni? Góð spurning. Ég svo sem fyrir sjálfa mig svona fór þannig þegar ég lendi í þessum veikindum á svona í kjölfarið áttaði mig á líka að lífið er ekki bara körfubolti og þurfti svona aðeins að hugsa aðra hluti líka. Já, liðið er ekki bara gaman innanvallar. Nei, Þeir eru líka duglegir að gera alls konar já. utan æfingu og utan vallar. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Við reynum einmitt svona að taka svolítið útlendingana að okkur og vera svolítið duglegar að gera eitthvað með þeim og heyra í þeim. Við til dæmis í vetur vorum mjög duglegar að fara saman í sund, liðið, og fara út að borða og ef það voru útileikir hjá köllunum þá kannski hittust við og horfðum á leikinn saman, borðum saman og svona alls konar. Svo náttúrulega stundum förum við og höldum eitthvað svona liðspartí eða eitthvað svoleiðis og fáum okkur eitthvað drykki og spilum spil og Já, þannig þeir eru duglegir að gera alls konar saman já, til að mynda liðsheild. já, við reynum að gera það. En hvernig sérðu liðið þróast til framtíðar? Ég held að liðið sé bara á mjög góðum stað og muni halda áfram að vaxa og dafna í efstu deildinni og við erum bara á góðu róli. Bara rétt að byrja. Já, bara rétt að byrja. Má ég heyra ef það heldur í þér lífi að vakna á hverju morgni og þú setur þig í gír.